Virðing líka bara orðið eitthvað hugtak sem alveg farið út þúfur, sko. Áður fyrir það var náttúrulega, sko, ef þú berð virðingu fyrir einhverju, þá var það út af því að virðingar vert. Það að segja, ef ég á að bera virðingu fyrir eitthvað sem að þú gerir eða segir, að þá það virðinga vert að þú segir það að gera það. Núna þetta bara orðið einhver verksmiðju setting á allt sem að við kemur öllu mannlegu lífi, að þú þarft að bera virðingu fyrir mínum sjónarmið, þú ert að bera virðingu fyrir mér sem mann. Ég ber ekkert virðingu fyrir þér. Þú gerðir ekkert virðingavert. Þegar að þú gerir eitthvað virðingavert, þá skal ég bera virðingu fyrir þínum sjónarmiðum. En það allir einhvern veginn að bera virðingu fyrir öllu og allir eigi skilið virðingu og þú átt að hafa virðingu fyrir því hvernig þú skilgreinir þig eða hvernig þú ert eða hvernig þú vilt gera hlutina. Mér finnst þetta bara ekkert virðingavert. Ég skal láta það í friði, en þegar eitthvað foreldri kemur með bara eitthvað svona töð yfir því að það vilji haga málum öðruvísi, þá skal þú bara gjöra svo vel að sækja þjálfarastarf. Ég hef ekkert að gera við þínar skoðanir. Ég að reyna að búa að gera drengi að mönnum eða stúlkur að konum sem að munu svo koma til með að, sko, og eins og hefur náttúrulega rætt við Brynjar Karl, mér drullu sama íþróttastarfið per se. Ég í bara félagsmálunum. Ég bara reyna að búa til einstaklinga sem verða betur í stakk búnir til þess að takast á við ágjöf sem að óumflýjanlega mun leita til þeirra síðir, en ég hef ekkert að gera við þínar skoðanir á því hvernig ég haga mínum málum. Ef að þú ert með þinn krakka í íþróttastarfi, að þá getur þú annarkvort verið með hann þar eða verið með hann einhvers annar staðar. Ég hef ekkert að gera við þínar skoðanir og ég ætla ekkert að bera virðingu fyrir þínum tilfinningum gagnvart því hvernig mitt þjálfarastarf er. Ég mun skila þessum einstakling betur út heldur en að þú lést mig hafa hann. Það er það sem ég geri. Það að ég eigi að bera virðingu fyrir þínu sjónarmiðum er bara della. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.